Já, það frá því að segja að ég fættur inn í Ísafjarðardjúpi, í Ögurvík, sem að svona, þú svona rúman klukkutíma að keyra þetta bíl hérna inn firðina. Ég kom hérna árið 1945 til Ísafjarðar í þetta merkilega hús. Þetta hingað komið yfir ísilagðan pollinn kom það 1882. Já. Og þá var það flutt á sleskjum og sennilega hestum, skaflagjarna, og svo dreigja með talin hérna upp úr fjörinni. Hann er tjaldi sem gerði þetta. Þá hér engin hús í kring, ekki neitt að ráði. Örf og 1 eða 2 hérna lengra. En þetta hús hérna sem ég stend við og sem ég á, það byggt sennilega 1864 eitthvað það leyti. Ég slóð á járni fyrir 4 árum eða 5 árum, á járnslóði allt, en það var ekki til fúablettur í því. Þetta verið góðir vinir sem norðmenn komu með, hér í kringum 1860. Ég kom hérna árið 1945 til Ísafjarðar í þetta hús. Pabbi keypti þá neðri helminginn af húsinu. Þá sér það ég er búinn að eiga heima hérna í þessu húsi frá 1945 til núna að verða 2010. Gera þeir betur. Þetta náttúrulega stór furðulegir menn sem að haga sér svona. Já, hvað heldur að valdi? Það fyrstulega fyrir utan að vera fallegt og gott hús. Ekki bara, ég hef sagt við sjálf mig að þú skulle hanga hérna inn í þessum bæ. Það ekkert nema hræðsla að þú þorir ekki að fara á fjöllunum þér finnst að fjöllin verndi þig. Þess vegna það kjarkleysi að hafa ekki farið því að allir mínir kunningjar og allir sem farið hafa héðan. Þeir hafa orðið miklir menn, grætt mikla peninga, þannig að þá hafa þeir fengið víðastu brjálæði, eru komið suður og kjarkur þeir hafa vaxið og þeir hafa skóplað undir sér peningum. Hvað ertu með í þessum potti? Varstu með hérna? Ég var að sjóða svið í gær. Já. Nú var þetta haldið þess að sjóða svið, það eftir slátið tíðina þá var að reyna að fara að sjóða sviðin, haldast sviðamessu sko. Og þetta náttúrulega stór fjölskylda, þá koma krakkarnir mínir og svona til að borða svið. Ég á 7 börn, það reyndar 4 þeirra búsett hér. 3 suður Reykjavík. Já. Ekki kaffi? Jú, takk. Já. Nú er það mjólk? Nei, tekur nú bara svart. Já. Það komið nokkuð mörg ár síðan við breyttum hér öllu og hér voru 1 herbyggi, hér var annað herbyggi, hér var eldhús og etc. 2 herbyggi þarna innan. Þessi herbyggaskipin náttúrulega alveg hérna niðri, hún alveg eins uppi. Já. En hún gerbreytt hérna niðri, sko. Þetta verið gert fyrir eina fjölskyldu nú? Já, nú það svo. Við erum bara hérna núna 2 í þessu stóra húsi. Ég og frú mín. Og sér það. Og sér margar börnin koma hensíðan. Þá þetta náttúrulega stórt og mikið pláss fyrir 2 manneskjur. Hellingspláss? Það vísum við það náttúrulega kannski þegar fólk fyrir að eldast eins og við. Þá spurningin að þrífa þetta, að halda þessu hreinu, það líka átak. Og byrju, hvað heldur að hafa búið margar fjölskyldur í þessu húsi áður en að? Ég hef sagt að það var 30 manns hér kringum aldamótin. 30 mann sem voru hér, ekki fjölskyldur. Það hafi kannski verið 3-4 fjölskyldur sem byggu hérna. En fólkið var 30 mann sem byggu hérna. Það var búið svo þétt í húsum að þú sér það í kringum 1940, þá voru mun færri hús hér á Ísafirði, þetta núna miklu færri. Samt að ekki minni fjöldi þá heldur núna 3.000 manns kringum 1940 og komið upp yfir 3.000 manns. Þetta bara var svaf hvert með öðru og hjá öðru og kúrði, það var ekki til að gera kröfur pláss. Þá gast legið á gólfi eða flattsæng eða hvað sem var og hafðir eitthvað til að elda soðninguna, þá var það ekkert verið að spekula í því.